Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Hún komin til mín, hún Kristín Lárusdóttir, sellóleikari, tónlistarkennari og kvæðamaður. Velkomin. Takk hérlega fyrir. Og við ætlum aðalega að tala kveðskap og rímur. Já. Og allt sem að frétta á þeim vettvangi og það ekkert lítið. Já, það ýmislegt. Mér langar kannski að byrja að nefna bara hérna í loka apríl á Svalbarðsströndin, þá var landsmót kvæðamanna. Já. Og þetta orðið þó nokkuð mörg aðildafélög að landssamtökum kvæðamanna sem heitir Stemma. Þetta eru 8 félög. Já. Og það var viðburður þarna eða hvað? Ekki alltaf á sama stað væntanlega? Nei, þetta er alltaf árlegt og á næsta ári þá verður það í Skagafirðinum. En þetta er alltaf, fyrstu helgin eftir sunnudag fyrsta. Það bil, já. Og var góð mæting? Já, bara mjög gaman og ýmis námskeið. Það var 500 söngvar hjá Guðrúnu Ingimundardóttur og síðan voru afkomandi Bóluhjálmars að tala hann og hans vísur. Síðan kom allir frá Noregi, bæði norskur þjóðlahópur og konanafni Sigrid Randers Persson, norsk kvæðakona. Og hún var líka með námskeið og svo voru líka hérna í Gilinu með tónleika, byrjum þar með tónleika og síðan fórum við yfir á Svalbarðsströndina með glens og gaman og námskeið. Hvað voru margir þátttakendur á þessari hátíð heldur? Það voru ekki alveg að fara með, ég er svo léleg í svona tölum. En alveg nógu margir? Já. Og svo ég hérna með einhvern doðrand, Segulbönd Iðunnar, ótrúlega falleg bók. Sko, Kvæðamannafélag Iðun verður nefnilega, það félag gaf þessa bóku út og hefur áður gefið út silfurplötur Iðunnar fyrir 10 ári síðan. Og það svolítið gaman frá því að segja að Kvæðamannafélag Iðun verður 90 ára núna í haust. Það nú ekki svo mörg gömul menningafélög starfandi fram á daginn dag, það er þó einhver kannski eldri líka, en 15. september ætlum við annars vegar að halda afmælisdag Kvæðamannafélags Iðunnar hátíðlega og einni dag rímnalagsins og það verður bara kvæðamenn og þeir sem hafa áhuga að vera með bara á landsvísu. Dagur rímnalagsins, er það þá 15. september? Já, 15. september 2019. Og er það bara árlegt eða bara í ár? Nei, vonandi verður það árlegt. Það er fyrsta skipti núna í ár og svo vonandi bara verður þetta árlegt. Og það er búið að gera ýmislegt í tilefni þessa dags eins og senda út í grunnskólana efni. Já, námspakka sem er í höndum Báru Grímsdóttur og Ragnar Ingi Aðalsteinsson, íslensku kennari, þau hafa tekið þetta saman og Ragnar er búinn að semja hvorki meira minna nýja rímu fyrir unga fólkið okkar sem er mjög spennandi, sem verður kveðið við gamlar vísur, gamlar stemmur. Það er mikið heitum, þetta getur verið ruglingslegt, en ef ég útskýri að stemma, kvæðalag, rímnalag, þetta er alltaf sama. Og þetta er eiginlega bara formið á því hvernig og hvað maður lætur út í sér fyrir utan textan. Textin er eitt og svo er það bara hljóðin hitt eða hvað? Já, þessi lagstúfur okkar, við köllum það stemma, rímnalag eða kvæðalag. Og maður getur annars vegar kveðið rímur eða maður getur kveðið bara stakar vísur. En ríma, þetta er svona sérstakt form fleiri en ein vísa þá eða hvað? Já, ein ríma getur verið jafnvel 100 vísur og svo er þetta kannski með 20 rímur, 20 sem 100 vísur eitthvað ævintýri, einhverja hetju eða konung. Og þurfum við ekkert að hafa áhyggjur af þessu menningararfi? Hann er ekkert að glatast af því að það eru alveg félög sem halda utan þetta? Já, það eru 8 félög. Iðun er náttúrulega elst og það er náttúrulega annars vegar starf Iðunar að hlúa þessum arfi og miðlanum áfram. Og þetta mættu vera fleiri og kannski... Maður heyrir ekkert krakka í dag mikið vera að kveða stemmur eða rímur eða hvað, en þeir eru náttúrulega, krakkar eru mikið að rappa. Tengist þetta ekki á einhvern hátt heldur? Já, það er náttúrulega verið að nota tungumál og leika sér með það, en formið sem slíkt er kannski ekki alltaf sama. Þetta náttúrulega hljómar og flott að segja rapp og rímur og náttúrulega Steindur og Erpur, þeir voru að leika sér saman með þetta til dæmis. En þannig að mér fróðar að menn vilja meina þulur sé kannski líkari rappinu, en ég þór náttúrulega fann kannski einmitt að miðla þessu og það er miður í því hérna í degi rímnalagsins að senda þetta út í skólana og þá eru þið að vonast til þess að íslensku kennarar eða tónlistarkennarar kannski gera eitthvað með nemendunum. Já, við vonum það. Það er náttúrulega mikið á skólana lagt en vonandi hefur einhver áhuga og tækifæri að miðla þessu til krakkarna og gera eitthvað. Já, af hverju hefur þú svona mikinn áhuga á þessu? Hvernig kviknaði hann?
Bara frá því að var barn, alltaf áhuga á bara íslenskum þjóðlögum og arfi og eins og bara þegar við byggum í Finnlandi að þá hafði ég bara áhuga á finnskum arfi og tónlistararfi. Ég bara alltaf haft mikinn áhuga á bara einhvern svona þjóðlög. Og er þetta svipað á Norðurlöndunum? Er þetta allt öðruvísi hjá þeim? Sko það sem er öðruvísi á Norðurlöndunum það er mjög mikið að hljóðfærum. En hérna á Íslandi er það mikið bara með röddinni. Því að það náttúrulega hljóðfæri voru á skornum skammti. Þannig að nema ef þú manst eftir Itkuja í Finnlandi, mér fannst það helst svipa til rímnakveðskapsins okkar svona stílinn en annars þekki ég nú ekki það til hlítar. Og hvað kveður þú oft? Myndur þú segja að þú færir ekki gegnum daginn án þess að kveða rímu? Ég byrja alltaf 7 mótana að kveða. Nei, það var mismunandi. Á tímabili var ég mikið alltaf að hlusta á upptökur. Það náttúrulega, maður lærir þetta náttúrulega ekki bók, maður þarf að hlusta, það er mjög mikilvægt. Hlusta á aðra kvæðamenn og hlusta á gamlar upptökur. En jú, ég gríp alltaf í þetta öðru hvoru. Mér finnst þetta bara það er svo notalegt. Þetta er svona okkar möndrur. Gerur þetta þegar þú ert að keyra, eða út að ganga, eða vaska upp, eða hvað? Bara ýmsum þessin upp á fjalli og þá kíkja kindur upp og bara hvað fer jórnrandar og hvað er þessi að gaula þannig. Heyrðu, og svo í lokin langar mér svo að fá smá sýnishorn. Já. Þú ert búin að mastera þessar rímur og ert með svo skemmtilegt hérna eitthvað sem að tengist þá kannski þessari miklu fótboltahelgi sem er í gangi hérna á Akureyri? Já, einmitt. Þetta er nefnilega svo lifandi arfur. Maður getur verið með þetta er með nýja vísu til dæmis við gamlar stemmur, eða gömul rímulög. Þetta eru vísur eftir Sigurlínu Hermannsdóttur og stemman sem ég ætla að nota, þetta er einhver gömul stemma. Ok. En Ronaldo, ekki satt? Já, vorum búin að segja frá. Nei, ok, nú sagði ég. Jú, þetta eru vísur Ronaldo. Svona er það. Fótbolta vil hefja hjælt sem heillar sagt er flesta. Piltur eitt frá Portúgal er prímadonna mesta. Því skal kveða kappan þannig Kristján Ronald heitir, töðruð vittum velli vann, vaskur jafna þreytir. Frægur hefur garðinn gert á grænum flötum valla, bolta fengu fætur snert og flikkur við að skalla. Leiknum þessum lokið var með læti bláum köllum, frábær sigur fenginn þar, það fannst okkur víst öllum. Takk fyrir þetta var frábært. Takk fyrir mig. Það er svo menningararfurinn sé ekki lifandi. Já, þetta er nefnilega mjög lifandi. Takk fyrir að koma í þáttinn, Kristín, og segja okkur frá þessu og bara áfram rímnaskapur, rímakveðskapur. Takk fyrir mig.